Í þessu vídeo ætla ég að sýna hvernig við búum til nýtt fjárhagsskjal. Það er auðvelt, við veljum hér til vinstri hreyfingar. Þá fáum við viðmót sem sýnir síðustu færslur sem hafa verið færðar. Fyrir ofan á þessu svæði er leitarfilter sem takmarkar hvað sést hér fyrir neðan. Við veljum hnappinn stofna fjárhagsskjal. Hér er strax beðið um dagsetningu. Það er hægt að setja inn dagsetningu á nokkru mismunandi sniði, annarkvort með punktum á milli eða þá í einni bunu. Hér gerir 14.01.20 sem þýðir 14. janúar 2020 og staðfestir með lyklaborðinu og ít á tab til að fara í næsta reit og hér er strax beðið um lykil. Ég get slegið inn í þennan reit heiti á lykli eða númerið. Ég ætla að velja að slá inn byrjunum á heiti á einhverju lyklunum og hún takmarkar strax við það sem kemur til greina. Ég get hér valið með örvatökunum upp og niður. Að sjálfsögðu get ég valið með músin líka, en ég ætla að velja þennan lykil. Sjáum að stendur 24% fyrir aftan og það þýðir að lykillinn er virðisaukatengdur við bókhaldslykil sem tekur á móti virðisaukanum. Hér skrifa ég texta, keyptur stóll og hann kostaði 56.000 með virðisauka og tölvan sér að skipta virðisaukanum inn á réttan bókhaldslykil. Við sjáum fyrir aftan línunar sem eru komnar í skjalið er grænn putti sem vísar upp á við. Það þýðir að línunar eru góðar eða sem sé nothæfar. Ef það myndi vanta texta við línu þá myndi puttin vísa niður og vera rauður á litinn. Hér í þriðju línuna ætla ég að velja bókhaldslykil fyrir bankareikningi minn 181.210 og staðfesta hann hérna með enter-takanum. Tölvan stingur sjálf upp á textanum, afritar það úr línunni fyrir ofan og finnur sjálf upphæðina, stingur upp á 56.000 sem fer hér í kredit, af því þetta er út af banka og við sjáum að græni hnappurinn hér uppi er orðinn grænn. Það þýðir að ég get smellt á hann og ég geri það og skjalið er tilbúið. Hér sjáum við að skjal númer 357 hefur verið stofnað og við sjáum sömuleiðis færsluna hér fyrir neðan sem við vorum að stofna.